Það verður frábært helg. Alveg örugglega. Svona að fara suðurstrandavegi. Já, við bara vonum að það verði fært. Við erum búin að leggja þetta í Guðs hendur og það verður bara allt í lagi. Sama hvað kemur fyrir. Já. Klukkan er 6 á morgni og fyrsti kaffibóllinn. Cappuccino, extra heitir mjólk. Tvöfaldur cappuccino. Tvöfaldur cappuccino. Við erum komin um borð í flugvélina til Rómar. Helga er að losa hérna headphones, voru eins og spagetti. Algjörlega. Hafið eitthvað að gera fyrir flugtæð. Já. Jæja, nú fyrir að leggja í hann. Góðir farþegar verið öll velkomin um borð. Gott. Ef þið þurfið að hagræða handfarangur áður en þið setjist, þá vinsamlega stígið til hliðar á meðan til að hleypa öðrum farþegum framhjá. Sjálfsagt. Vinsamlega setjist stærri handfarangur í hólfið fyrir ofan sætin og minni handfarangur ásamt fartölum undir sæti fyrir framan ykkur. Já. Þetta flýtir fyrir brottur okkar. Takk fyrir, sömuleiðis. Dear passengers. Mætti í rútuna. Já. Auðvitað besta sæti, fremst, útsýnið yfir allt. Og Já. hann að fækka fötum. Já. Komin úr rúluka, bólnum og jakkanum Já, og allt. það er orðið heitara. Já, ég ætla bara að setja mig varalit. Já. Jæja, nú erum við komin á stað. Já. Þetta er ofboðslega dásamt þegar hún er búið með áfanga 2 af 3 og það heyrist núna ítalska í bakgrunnin og það er svo romantískt og sætt. En ég er svo ánægð með að vera komin og eftir 1,5 tíma þá sko verðum við eiginlega að kaupa rauðvín af því við erum með svo flottan ostabakka frá Íslandi. Akkúrat. Við erum borð í ferjunni. Þetta er 40 mínútna sigling. Við erum... Klukkutími. Og við erum bara í heitum andvara. Sittum hérna efstu upp á þilfari. Þetta er skip. Já, við þurfum ekki að vera að segja frá því. Mikið olíulykt. Já. Heyrir bara háa. Og heyra háa. Já, þetta er sko ekki rammaks. Þetta er ekki rafmagn. Það er ekki svona í Herjólfi. Vá, þetta er svo flókið. Allir farþegar og mótuhjól og allt bara hérna í... Komin til Ischia. Komin til Ischia. Þá erum við komin til Ischia. Við erum bara að fæta. Allir í land. Hún er 20 mítur í 10. Vélinn fór í lofti 8:30. Þetta eru orðið 13 tímar. Og við erum eftir að fara á hótel. Svo eru bílarnir. Og mótuhjólið. Allir að koma sér fyrir. Við í geggjuðu herbergi. Eina besta herberginu. Ég hugsa það. Á já. Ég var að skoða það. Svo, þetta er svona Miðjarðarhafsstíllinn á þessu og svo eru við bara með prívat svalir. Geggja flott. Ég er svo ánægð. Sérðu? Vá! Það má enginn sjá þetta. Pældi í þessu. Þetta er æðið. Við ákveðum að færa bara mætingapunktur á sundlaugina hérna. Fyrir ofan. Það er braut hér, hver er 300? Hvað ertu að fara að gera? Máttu ekki sjá út í eldhús, ætlar að fara að elda? Verður að finna sig alveg nóg að gera. Hættu þessu.
Jæja, nú er komið rúmlega hádegi og við förum í göngu núna klukkan 2:30 og það er verið að panta fyrir okkur svona léttan hádegismat af því við borðum svo ekkert fyrir í kvöld og Ég er að fá tómata, basil, Já. ólífuolíu og grænmeti og mozzarella. lífsegustu grötum hóttum. Hvað var það? Að halda. Þessi svörtu blettir í fjallinu eru manngerðir hellar. Hvað gerði þið þarna? Bara fólk bjóð þarna og svona og sumstaðar eru húsin ofar í hlíðinni byggð út frá svona hellum. Já, já. We think it's about the place where you live. Okay, obviously, if you live in a place really at the north, as in Iceland, in Greenland, it may be the only way to go ahead is to hunt the seal, to hunt the other animals. It's normal. Here we have a lot of alternatives. But when you don't have, you have no chance. When you... Þetta er svona manngerður hellir, dýna hér, ef einhver vil bara leggja sig og sofa hér eina nótt. En hérna voru þeir oft á verði fyrir sjóræningjum sem birtust hérna við Sjóndellarhringinn. Og svo hérna fyrir ofan er lítill hellisskúti. Það sést ekki núna. Þeir ætla tveir að fara upp í litla hellinni þarna uppi. Þetta minnir mig núna endalega á vaktina í Vestmannaeyjum eftir Tyrkjarán. Hvaða plöntur eru þetta? Skilst það heiti agave. Agave. Og það er búið til sykursýru. Þetta er rosa plöntur, þetta er út um allt. Þetta var í göngutúrnum hjá okkur. I want to break free. Mangiano una specie di porter, non lo blocco, mangia piano. Quello vuoi. Sai, attaccato tu vuoi. Attaccato tu vuoi, faccio. Insomma, un male. Tiene pochissimi anni di vita, 4x4. Con la Volkswagen. È 4x4 pure. 4x4. No, non lo so. When a bus met a car, the car have to move back. No, un caravel pure mi piace. Si trovasse una bella offerta in un casi che non sai, non vuole tu sicuro. A parte. Mia moglie fa sempre chiuso, non aperto. Usate, le sapevi accattare, i viaggi accattati. Io non queste cose capito solo pacco, ma non mi però usare. Ma nella città tu sai che puoi trovare, a di Satana puoi trovare un portiere complice. Búin í nitrótísbænum. Hvað nú? Hvað nú? Etiketta er þetta.
Þetta er hæsti tindurinn á Ischia, 789 metrar frá sjávarmáli og Helga er næst í kominu upp. Jæja, sest niður yfir 700 metra gang, nei ekki. Við erum 760 metra yfir sjávarmáli, en við erum búin að fara 400 metra. Já. Tómatasalat, fullt af basil. Við erum að deila þessu saman, ég og Helga. Það er mikið beðið eftir þessari hvíld. Hérna erum við í mat og veitingastað. Pappinn og mamma, Reka og börnin og þau búa til allt sjálf. Sérðu Jóhann, ég kemst í þetta líka. Helga. Hefur þið klárt þetta? Farastjórinn. Það er eiginlega sko hvert herbergi er svona skipt í tvenn með þili eða vegg og svo er þessi hvort meiri. Þannig að þú með rými. Ég var að gera bíó. Erum við núna bara upp í fjöllum, hátt uppi og hérna er hópurinn aðeins að pústa. Helga fór sér vatn úr vasspokanum. Ég er bara með dýpi hérna. Svo algjör. bara, maður það nefnilega sko að býta. Já, Ha? og þetta er alveg vastið. Allir að kaupa sér svona. Hérna er hópurinn að pústa aðeins. Svo höldum við áfram. Sem að þeir munu bjóða upp á með matnum og eftir. Þetta er sama fjölskylda sem búin að eiga þennan búgarð og rekan í hátt til 100
100 ár og nú eru sem sagt krakkarnir þeirra sem eru í kringum þetta sem að sjá í rauninni uppskeruna. Ég fór mjög skemmtilegt og þeir gera allt upp á gamla mátann. Jú, svo má bara tylla sér. Hér er verið að taka á móti okkur eftir langa göngu í hressingu. Svona er þetta bara út allt. 1-2 áfangastæðir. Og eftir endur við í Spæ, sem eitthvað náttúrulegu, fara í heitan pott og sturtu. Við erum bara á rölti núna, við slepptum síðustu göngunni. Helga var hann svo bólgin. Ég var svo blaðrækja. Það var skynsamlegt bara að vera ekki að ofgera sér. Þarna er þessi sveppur út í hafi. Við sigldum frá, hinum megin frá. Alveg æðislegt. Þannig að við ætlum bara að rölta. Ég var að fá mér nýja húfu til þess að eiga við denim föt. Já, rosa flottur. Æðislegt. Arnar, þú ert að verða svo opbúslega svona inn í litavalinn. Já, þetta passa við Já. gallajakkan. Yes. Galla jakka. Ok. Sko, hér er pantað besta hvítinni í veitingahúsinu. Þetta er bara grænmeti og bara 100% keto og ólífólía allan tíman. Þetta er svo dásalegt, sko. Já, Jóhann, ert þú ekki tengilegur? Langaði þig ekki vita? Þetta er Pedro. Yes. Domenico, Mimmo. Unique. Já. Mimmo, Pedro Mimmo. Yeah. The last one. The last one, thank you. Bon voyage. Kveðjum við og höldum heim á leið. Þetta er tindurinn sem við fórum á, alveg upp í topp. Alveg geggjað hótel. Já. Við sváum hérna eina nótt áður en við förum til Vestmannaeyja og þetta er með betri hótelin sem ég hef verið á. Þvílík ró og friður, sundlaug og allt. Já, svona stór hitupottur. Já, ekki sundlaug beint. Hugsaði ferska lofti hérna. Og þetta er hérna rétt hjá Duðshús er hérna fyrir neðan, handan við hornið. Þannig að, jæja, þá leggjum við í hann. Og opna. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world. Can we rely on each other?
Jæja, við ekki segja bara skál. Fyrir varlega í ferð- hvítu. Ferðin er hafin. Og hvað er þetta? Þriðji? Þetta er dag 3. Dagur 3. Af hverju erum við, síndu glösin. Já. Þú ert með freyðinsglas og ég með svona. Já. Vitið af hverju? Það er því við megum ekki koma með okkar eigi vínin á hótelið. Nei. Og hvað neitaðum glös. Og tappatóra. Og tappatóra. Og við erum að smygla þessi í gær bara innan klæða. Innan jakkanu Við sko. erum ekki að stela því því við skiljum þetta eftir. Mhm. Og já, vín má ekki, ég þarf að kaupa það hér. Einu sinni lenti í þessu en hvergi annar staðar. Já. Og ef þú ert með kampavínið eitthvað í litlum inni í ísskápnum, þá er stundu búið að taka það úr og setja upp á borð. Því við eigum ekki að vera að kæla vín frá öðrum búðum. Nei. Flottir. Já, þeir vilja bara standa með sjálfum sér. Hótelið er ofboðslega skemmtilegt. Allt á okkur stöllum og til þess að fara héðan og upp í matsal eru hvaða mörg þrep, Helga? Þau eru rúmlega 100 og ég ætla að telja þau aftur. 163. Já, ég held að það eru 163 þrep. Og Þetta er tröppuþrek allan daginn. Og ekki einasti rampur fyrir hjólastól og þetta er bara allt í lagi. Af því þau flokka sig sem útivista hótel. Það væri ekki hægt að byggja svona hótel á Íslandi og heyrðu, það vantar hérna fyrir hjólastól. Nei, þetta er og mjög skemmtilegt. Já. Og hérna fengum við þetta fínu svalir, sitjum hér úti. Við erum á ofsalega góðum stað á hótelinu, mjög. Fyrsti, náttúrulega ferðardagurinn var náttúrulega fyrir eitthvað erfiður. Já. Það er alltaf erfitt sko svona langt flug og þetta, við grættum að vísa 25 mínútur út af einhverjum meðvindi í háloftunum. Svo þegar við erum lent á flugvellinum í Róm að þá tók við 4 tíma rútuferð. Og hún var svolítið erfið af því að svona, já það var stoppað einu sinni svona fyrir öryggisbís og okkur langaði rosalega að vera, við hefðum átt að hafa vita á því að kaupa okkur litla freyðivín eða rauðvín í fríhöfninni á Íslandi og geyma það bara í rútuferðina. Já. En vorum ekki alveg nógu forsjálf. Þannig við svona, nú svo eftir 4 tíma rútuferð, þá tók við klukkutíma sigling. Hvað við erum þakklátt fyrir Herjólf okkar í dag. Þetta er, sko, ég hef aldrei séð jafn sóðalega ferju. Hún var hræðilega, sko. Það hafði ekki verið skúraðan í mörg ár. Olíulyktin og óráðsían og það var sko ekki skipulega það. Þeim leið alltaf vel yfir þessu. Mótorhjól, bílar og fólk labbaði út sama rampinn hérna inn í ferjuna, já. Og það er ekkert að keyra í gegnum skipið. Bílarnir þarf að keyra inn, snúa við og vera tilbúin að fara aftur út úr raskatið. Já. En þetta var voða skrítið. Og hreinlætið og allt það í Vestmannaeyjum. Já. Vá. Ég tók þetta upp á vídeo og það var að sjá þetta allt. Já. En svo erum við búin að fara í rosalegar göngur og skemmtilegar. Við fórum upp á fjall sem er 760 metrar. Það sögðum við 786 metrar frá eftir toppur frá sjávarmáli og þau keyrðu okkur upp fyrstu 300 metrana þannig að við þurftum að ganga 400 metra. Og Helga litla Jóns, aldrei gert þetta áður. Sko Eldfell og Helgafell er bara hólar. Já, þetta var æðislega flott og gaman. Ég tók mikið af vídeóum. En Arnór, þetta var ekki fyrir loftræta? Nei. Ég sagði við Helgu, núna fórið þú alveg að fara á heimaklætt. Þetta er bara ekkert ósvipað. Alveg gríðarlega hæð sem við þurftum að horfa sem við niður. In your dreams. En göngustígarnir voru alveg orðnir djúpir eftir sko 100 ára göngu og vassflaum. Þeir náðu, sumi göngustígarnir voru alveg upp á njá og meira. Það var alveg skurður. Og þetta var svona eins og bara eins og steypa. Og svo höfum við verið að spila á kvöldin og þeim svona óvörum, vissi ekki að það væri tónlistafólk í hópnum og það hefur
svakaleg lukka. Já. Og Við það erum að vera með tónleika í kvöld. þau vilja bara hafa á hverju kvöldi. Við höfum svona, þessi gönguferð í gær, sem að 400 metra hækkun og kom svo að því að hún var 400 metra hækkun. Og þetta var svo á fótinn að ég hef aldrei gengið svona mikinn bratta. Nei. Aldrei. Síðan eru þetta eins og göngustígar og ef ég ekki haft göngustafinu þá hefði ég bara hvorki komist upp né niður. Og svo merkilegt með þetta fjall að við erum komin alla leið upp á topp. Heldur þessi ekki veitingahús þarna. Já. Svo ofboðslega flott og útsýnispallar út frá veitingahúsinu til þess að sýna að við erum komin upp á hæsta tind í Ischia. Já, já. Þetta var ofboðslega, ég var rosalega ánægð með mig en það var þarna tvisvar á leiðinni að ég hugsaði með mér, er ég að ná þessu, get ég þetta? Því að lofthræðslan tók alveg mig heljartökum þegar ég sá að það var valla fótmál út í dauðan ef ég hefði misstigið mig. Það var þarna ákafla. Og en ég bara sagði hópnum frá þessu, ég var í lofthrædd og þau hugsuðu öll svo vel mig, voru að koma til mín og gefa mér góð ráð og alls konar. Þannig að Megnið af þessu fólki er göngugarpar á fjöll. Og mín fyrsta fjallganga með göngugörpum sem eru búin að fara á öll fjöll á Íslandi, alla gönguslóða á Íslandi. Nei, þá fer Helga bara í hóp með þaulvönu fólki. Já, það er ekki fitu tutla á sumum köllum. Þeir eru alveg bara tálkaðir. Þeir eru bara með sixpack náttúrulega. Já, flottir gamli menn. Og þeir fylgdust svolítið með, þeir fylgdust með ykkur, sérstaklega Helgu. Já. Og þeir sögðu bara að þetta er bara frábært hvað hún er búin að sigra fjallið. Þannig það var ekki svarthvíta hetjan mín, heldur lofthrædda hetjan mín. Ég fór alla leið og ég viðurkenni það. Þegar ég settist niður og fékk ég mér freyðivín og skálaði fyrir sjálfum mér og var ofboðslega ánægð með að hafa gert þetta. Þetta voru engin vonbrigði, heldur þetta svakalega gaman að takast á við þetta og fara aðeins lengra en maður er vanur. Ég fór meira en langt út fyrir það einhverja mann. Það var þarna á köflum þar sem ég hélt jafnvel ég hefði ekki þol, en það var svo skrítið að leið og fannst ég vera búið með þolið. Það sem gerist er að þá var allt í einu verið komin upp á Hálfgerðarjafnsléttu og ég var að grínast með það í morgun í matsalnum þegar við vorum með svo ofboðslega strengi í kálfunum og lærvöðvum og magavöðvum að ég sagði bara við þau, ég kom haltrandi inn matsalinn í morgun og ég sagði, ég bara kann ekki að ganga á jafnsléttu. Maður gekk bara upp í móti. Við þurfum að fá að vita gráðuhallan á. Já, ég hef aldrei lappað svona mikla brekku. Aldrei. Og þegar ég fóru niður, þá var bara leggurinn að framan, aumur, kálfarnir og allt, og lærin, það var allt öðruvísi. Og rassvöðvarnir, ég bara, vá! Svo vorum við að koma úr siglingu kringum Ischia. Þetta er náttúrulega stór eyja, 65.000 mann sem búa hérna. Og þetta er algjör fjalla-eyja, með risafjöllum og skógi vaxið bara og agave plöntur risastórar út um allt. Og aloe vera líka. Já. Eyjan minnir mig mjög mikið á Færeyjar af því það er eiginlega ekkert undirlendi í þetta. Nei. Þetta er bara snarbrött fjöll og þetta mér fannst ég svo oft þessar þröngu götur og allt þetta, ég var að upplifa Færeyjar líka. Já. Af því það er ekkert undirlendi, enda veit að þau hafa ekki búfénað. Það er bara einhverja geitur sem eru fjallageitur og svo bara rækta þau kanínur til manneldis. Og við finnum... Göturnar hérna er alveg ótrúlega þröngar. Það eru stundum ekki neina gangstéttir. Fólk þarf bara að fara upp við vegg til að bíll kemur. Það er ekki skrítið þegar þau flauta. Þeir flautuðu fyrir horn mjög oft. Því að það virðist ekki vera merkt einstefna eða neitt. Þetta sleppur allt einhvern veginn. Allir bílar eru svona mínibílar, mjög litlir.
Arnór, þetta voru bara skellinöðrur Já. með einhverju svona húsi yfir. Og sko þúsundur af skellinöðrum, það er langþægilegasti mátinn. En þetta er allt í vídeónu. Og hérna, skútuferðin í dag, sko ég viðurkenni alveg, ég hef upplifað það betri og sko það toppar ekkert Marmari sko. En þetta var svolítið smart þegar maður setja okkur öll inn í skútuferð, einfallega vegna þess að við vorum öll svo opbúslega þreytt eftir daginn í gær og við höfum ekki nefnt að hangin á hótel í dag. Við höfum sennilega verið komin í bæ og varum að arka og í búðir og eitthvað svona. Þetta vorum við bara í afsleppun í skútunni og það var alltaf verið að bjóða okkur alls konar ítalska smárétti. Hvítvín aðalega, ég skil það vel vegna þess að ég myndi ekki vilja fá rauðvín ofan í hvítt gólf og hvítar. Þetta var bara fínt. Og þetta var ofsalega bara notaleg ferð. Gátum sitið hann í hóp og kynnst fólki og hérna við mingluðum svolítið á milli hópana og kynntust fullt af góðu fólki og mörgum langar mikið til að koma til Eyja og heimsækja okkur. Þannig að dagurinn í dag er sem sagt númer 3 og við erum bara mjög sátt og ég er að ná mér sko í skrokknum eftir gærdaginn. Það var mjög merkilegt að einn maður kemur til mín og segir getur verið að þú hafi verið átt heima á Birkimel 8? Ég segi já. Þá vorum við í sama stigagang og hann sagði þegar þú varst að spila í gær horfði ég á þig og ég hugsaði með mér ég þekki hennar svip og þá bara vissi hann þetta er frá Hermanni og Gyðu og það passa náttúrulega alveg og ég var þarna kannski 6 ára. Skilur, hann man ekkert eftir mér en hann sá bara einhvern ættarsvip og sagði að þetta hefði verið og hann sagði mér líka að þetta hefði verið símablokk og að Magnús H. hafi átt þessa íbúð og pabbi hefði fengið hann eftir að hann fór sem stöðvarstjóri til Eyja. Þetta var bara nýtt í minningabankan. En það er svolítið svona nýtt fyrir okkur að upplifa það að fara í svona gönguferð af því að við vorum algjörlega að renna blint í sjóinn með það með erfiðleikastigið á þessari göngu. Við héldum að þessi 400 metra hækkun væri með fullt af hvíldum. Já, en þetta var gengið á Steinstaðarhrings hraða. Það var gengið jafn hratt og þegar við löpum Steinstaðarhringinn. Gætinn stoppaði stundum og spjallaði og þá hvíldum við okkur svona í nokkrar mínútur. Svo var hann dáinn. Púlsinn hjá mér fór alveg upp í 158 á erfiðustu köflunum. Og ég var ekki viss um hvort þetta væri bara hollt sko. En maður var með sko, fullt af flottu fólki sem ef það kemur eitthvað fyrir mig þá veit ég að það er læknir í hópnum. Það eru 3 ljósmæður, ekki það ég fara að eiga á fjallinu og nokkri hjúkrunarfræðingar þannig ég vissi ég var bara í góðum höndum ef það kæmi eitthvað upp á. Þá er bara þyrla á fjör. En þetta var ofboðslega fram að þessu mjög gott. Og ég er svo ánægð með að hafa klárt. Og ég sem ætla ekki á heimaklætt, sko, 285 metra hár og þarna fór ég 400 metra. Nú förum við að taka lengri göngur, taka bakpoka, nesti og fara jafnvel bara upp á Höfða og tilbaka og kringum fellið. Já, nú leggjum við bara í hann með vesti og nýja skó. Taktu halið þinn og malið þinn, svefnpokann og prímusinn og tjaldið þitt og komdu bara með. Þetta sungum við í skátunum. En við mælum með þessari ferðaskrifstofu. Þetta er búið ræðislegt. Nú erum við að fara, við erum núna að fara að búa til prógram fyrir kvöldið. Við ætlum að hafa tónleika hérna á hótelinu í kvöld. Það er búið að redda míkrafónum handa okkur og við ætlum að vera tilbúin og gaman að finna sko að hópurinn er svo svakalega ánægður hópur. Þau voru svo æðislega við okkur og svo gott að syngja fyrir þau. Þau ljónaði eins og sólinn sko. Við erum svona svipuðum aldrei öll. Já. Við erum grá og búin að koma eftir laun. Þetta er allt silfurskottur. Æðislegt hjá okkur. Takk.